Komið sælir áverði góður. Seinni hálfleikurinn er hafinn og Arnar Daði Arnarsson og Geir Guðmundsson eru mættir aftur til starfa. Geir var í súpunni en ég var nú bara í vatninu. Ríkalega góð súpa í lollanum. Já, hvað var þetta? Aspasúpa? Já, mjög góð. Já, hún var klikkið súpunnar í lolla. Ég hef bara viljað fá 5 minútur viðbátt til að maður skál. Menn klikkuðu fyrstu sókninni, vel spilað og já, Atli Már Bárusson. Glæsilega gert, skemmtileg sending fyrir Ómarið hana. Já, og Atli Már gerir vel. Sopa vatnið niður. Já, Geir smakkaði vatnið. Takk. Og þetta mark skoraði Atli Már Bárusson af línunni og kemur val í 12-11. Eyjamenn eru einu fari, Magnús Stefánsson fekk 2 mínútur. Bara á loka sekundu fyrir áleiks fór í andlita á Atla eða ekki? Jú. Við vorum að tala við fólk hérna í hálfleiknum og þetta leit við mjög út. Við sáum þetta ekki alveg en fór vist með olnbóðan í andlita á hann. En ef ég þekki Magga rétt þá var það nú bara óvart. Það var misskilningur. Já, Maggi er góður strákur. Hann er góður drengur. Enda frá Fagraskógi og norðamaður. Já. En nú getur komist í 2 marka fórystu. Guðmundur, hún var erfið sending, Orri ekki tilbúinn og Theodór Sigfússon hoppa bara upp í fangi á Guðmundur. Guðmundur þekkir það að fá krakka upp í fangi á sig. Já, hann á 2 slíka. Hann er mikið með það í fanginu á sér. Þetta var illa útfær sókn af Valsmönnum en það gerir stundum. Nú er bara að bretta upp ermar eins og ég var að gera þessa stundina. Já. Og spila vörn, Andri Heimir, Einar, Dagur, upp í loftið, Andri Heimir, Akka vestur með 4 mörk Eyjamanna, Theodór Sigfússon upp í loftið. Læsilega varði á Hlynur Mortens. Það er eins gott að Teddy skori ekki hver skipti sem hann gerir þetta. Já, hann er hóttamaður. Það væri óþolandi. Guðmundur upp í loftið og fríkast. Gaman að segja fyrir því að daglegur pilluskammtur á honum Hlynur Mortens eru 14 töflur. Já, ekki nema. Já, hann er komin á hann aldur. Hann gengur svolítið fyrir þessum pillum. Þetta er Voltaren og Lýsi og ég veit ekki hvað sem hann tekur. Omega og... Já, Lýsi í töfluformi. Já, hann var að sýna mér þetta í morgun. Þetta var tilkomið mikið. Atli Már... hvað er þetta? Kári Kristján hann að... Sittur úr löpun upp á baki og orða. Þetta var misskilningur. En Valsmenn fá aftur tækifæri til að komast 2 marka fórystu í fyrsta sinn í þessum leik. Eyjamenn komast í 7-5. Það er einu skipti sem hefur verið 2 mörk á milli liðana. Atli Már reynir hann sendingu á Svein Aron. Gengur ekki, hendur hlýtur að fara að koma upp. Hvað og hverju? Já. Það eru allar líkur á því. Það er ánægilegt að sjá að Hafsteinn og Gísli hafa mætt aftur til leiks í seinni hálfleikinn eftir erfiða fyrri hálfleik. Svein Aron. Og hann skorar! Gert á Svein Aroni. Laglega gert Svein Aron Sveinsson með sitt 3. mark sem gerir hann að markast í leikmanni Vals. Já, ásamt Atla Má Bárussyni. Smetlar hann á næstungina. Við sjáum að Steffi Nílsen er farin af velli. Já, og Kolbeinn Aron Ingibergarsson er kominn í markið. Hákon Daði kom vinstra horni fyrir Grétar. Einar Sverrisson. Andri Heimir, fer mitt 1 og 2. Erfitt og þröngt færi, fær fríkastið, hár réttur dómur. Við vorum að halda Andra Heimir niður, hann var atkvæðamestur í fyrra áleik. Hann hefur verið hættulegur á sín tímabili. 4 mörk að gera rúmlega 1/3 marka Eyjamanna. Einar Dagur fyrir 1 og 2 og hann skorar framhjá Hlyni og nú tökur hraða miðju. Já! Þetta er ekki gott. Rekur hann í... Þetta lítur ekki vel út. Þetta er ekki gott ef Atli Már Bárusson er meiddur. En ég treysti því að Jóhannes Már Marteinsson, sjúkraþjálfari, gerir allt til að redda málunum. Já, heldur betur. Hann tók nú á mér áðan fyrir leik. Og hvernig var það? Það var harkalegt getið sett þér. En ég var allur annar. Já, bara eins og við máttum búast. Já, tók læri á mér alveg í gegn. Hann er með töfra snertingu hann, Jóhann. Atli Már laglega gert. Svona á að gera þetta, bara taka hraða miðju og refsa. Já. Þetta er bara snýst það. Það er virkilega gott, mjög gott. Það fáið mark beint í andliti. Atli Már
biður hann skiptingu. Hann fær ekki að lesa það, en hann verður kominn sterkur inn á eftir smástund. Höfum ekki áhugur í því. Hann hraustur drengurinn. Nú eru Ímir og Ómar í sikkur bakverðinum. Guðmundur og Orri í þristunum og Vignir og Svenni í hornunum. Takkar júkafæslu, Einar kemur á miðuna, fær mikið plássana, en góð vörn áfram. Staðan Valur 14, IBF 12, 35 til Einar, sending af Kára Kristján og hann skorar. Þarna hann erfiður þegar hann fær boltan og þú ert í bakinu á honum. Það mjög erfitt að stoppa hann þannig. Fyrsta mark Kára í leiknum. Það bara að vera sig vikið að halda honum niður í 35 mínútur. Já, það mjög gott. Þetta var nú líka smá svindl. Það ákveðin kílófjöldi á milli Ómars og Kára. Glæsilega gert. Glæsilega sending á Ómar Inga. Ímurur klárar færi og hver er þetta? Tetti fær 2 mínútur. Hann alveg brjálaður yfir að fá 2 mínútur. Hann verður nú að passa sig, hann getur fengið 3-2 fyrir kjaft ef hann heldur svona áfram. Theodor alveg snældu vitlaus hérna. Já. Menn verður að passa sig. Nú var ég til að fá alla stúkuna með hérna. Já, ég klappi. Já, ekki bara Ásgeir Snær og Benedikt Gunnar standa þessi eins og hetjur hann á trómunum. Benedikt eða Ben Otelli eins og við köllum hann. Sonur Óskar Bjarnar þjálfara. Ég tók nú FIFA leik við hann þegar Óskar Bjarnar bauð mér í matinn daginn. Já. Og skemmst að segja var því að ég skeyti honum 3-0. Varstu? Nei. Já. Hann átti engin svör. Samt hef ég ekki spilað FIFA síðan 2010. Nú er þetta svolítið að falla með okkur sko. Eyjamenn missa þarna boltan og nú erum við einu fleiri, 1 mínúta og 6 sekundur í að Theodor Sigurbjörnsson kemur inn á aftur og við getum komist í 16-13. Það er ágætni staða Ómar upp í loftið, Guðmundur finnur Orra. Já! Orri verður Gíslason. Það verður að klappa fyrir sig, Geiri. Bravo, fullkomlega leist. Þetta var laglega spilað. Ég held að Guðmundur ætlaði aldrei að lenda, hann sveif svo lengi og lauma honum síðan Orra. Nú, sko, halló, já, klöppum með hérna. Það vantar Baldur Bóng, hann rífur alltaf allt upp hérna. 16-13 og við erum ennþá einu fleiri í 30 sekúndur viðbót. Einar Sverrisson kemur inn á miðuna. Eyjamenn reynda að spila nú alltaf 6 í sókn, þeir taka markmann út af þannig að þetta er nú aðalega mikilvægt þegar við erum einu fleiri sóknarlega en við getum kannski náða að stela boltanum. Einar, Andri og hann skorar. Andri Lunginen í hægri skiptinni. Já, hann er duglegur að fara hann að breyta með 1 og 2. Hann kom með 5 mörk. Nei, þetta er klaufalegt. Svanur Páll vann þannig boltan og Hákon Daði skorar. Þetta var laglega gert á honum. Þetta var klaufalegt, Geir Guðmundsson. Við verðum að passa þetta. Þetta er annað skipti sem við sendum boltan bara beint í lúkunar á hann. Og nú er bara 1 mark. Þetta er fljótt að breytast. Og 3 marka munur hérna fyrir 30 sekúndur. Svona er handboltinn sko. Svona er boltinn maður. Alltaf í boltanum. En við getum komist í 17-15. Atli, Guðmundur, Vignir, þröngafæri og hann skorar. Laglega gert. Kolbeinn Aron Ingibergarsson fær ekki fleiri tækifæri hingað til og hann er tekinn af velli. Stefán Jensson kemur hérna á. Kolbeinn ekki ánægður með það en ég veit ekki hvort hann sé búinn að klukka bolta og það er hans hlutverk. Það er virkilega erfitt að vera að keppast við Stefán Nilsen í markinu og þarna þetta var bylming skot frá Einari Sverrissyni. Selfissingi.
En Kolbeinn var með 0-6 í markvæslu, þannig að ég skil nú bara mæta vel að hann er tekinn af velli. Já, það var mikið af góðum færum svona leik á sig. Stefán Nílsen varði 4 bolta í fyrri hálfleik. Það er ekki rosalega mikið. Bara af 1 vítakast. Já, það er 3 skot. ekki mikið miðað við venjulegu tölfræðina. Þetta var klöfulegt. Boltar hann að 39 mínútur og 37 liðnar. Staðan Valur 17, IBF 16. Við erum að horfa hérna á toppslag í Ólafsdeild karla. Og þetta gerir Einar Sverrisson vel, neglir boltanum upp í fjærhornið úr vinstri skyttunni og jafnar metin fyrir Eyjamenn. Nú verður að fara að stíga út í Einar. Þetta gengur ekki. Það má ekki vera að hoppa bara upp á hann á 9 metrum og skýtur með allt markið opið og skýta það sem hann vill. Tilraunir Sissa og Geir Sveinssonar að gera Einar Sverrisson á vinstra hornamanni hafa ekki skilað sér. Já, alveg rétt. Þeir reyndu það hérna á sín tíma. Ja, hann sýnir það að hann er skytta og skytta góð. Já, góð skytta. Hann búið sná. Atli, Guðmundur, Finnur Orra, já í gegn. Þetta hljóta ára 2, já þetta eru 2 mínútur. Og víti þar á auki, ekki satt. Hart barist þarna á línunni. Jöfnveldar Orri ákveðið maður. Hann er nefnilega mjög ákveðið. Með við hversu latur hann er. Hann er ekki latur kannski. Hann kveikar sér svolítið mikið í daglegu lífi. Nú leiðan kemur hann á höllin er hann eins og einhver herfóringi. Já. Og áfram eru liðin einum færri. Glæsilega gert hjá Ómar Inga. Staðan 18-17. 20 mínútur eftir. Og áfram skipta Eyjamenn. Já, Eyjamenn einu færri. 6 í sók, skipta markmannum út af. Einar Sverrisson í hægri skyttunni fyrir hann Arman. Finnur Brynjar Karl og hann skorar. Brynjar Karl hann aðleitna á línunni. Það er, mér sýnist það, já, Eyjamenn eru bara ekki mannan línumann. Þannig að Brynjar Karl leysir línumannastöðuna þegar Kári er á bekknum með 2 mínútur. Já. Guðni Ingvarsson var náttúrulega á línunni á Eyjamönnum í fyrra. Hann færði sig yfir í grótuna. Já. Ómar á sending á Vigni. Glæsilega klára. Það var laglega gert, Vigni Stefánsson. Fagnar hérna mikillega innlöfun. Þetta var glæsilega gert, snýran hann fram með Stefán Nílsen. Hann er komið með 4 mörk og það er bara meira en flestir leikmenn Vals og geta sagt. Það er Atli Már og Vignir eru með 4 mörk. Já, Vignir á alltaf góðan leik gegn svona gömlu félögum. Meiddist hann ekki í fyrsta leik? Jú, hann var með 3 mörk og 3 skotum þegar hann meiddist í fyrri hálfleik. Þannig að hann var byrjað á krafti. Þarna, já, þessi var ágættur. Theodór Sigurbjörnsson sýnir þarna enn og aftur að hann er... Hvers hann er megnuður? Já. Snýr boltan þarna á innan við meters fjarlæg frá endalínunni. Já, þetta var þröngfæri sem voru inn. Siggi 100%, Sigurður Ingiberg Ólafsson er að gera sér kláran en að fyrir aftan bekkinn. Það er spurning hvort að hann fái tækifærið í nokkrar sóknir. Guðmundur Hólmar, Atli Már. Gaman að segja frá það Sigurður Ingiberg var að tryggja sig Íslandsmeistaratitilinn í FIFA í vikunni. Og var með skotana Stefán Ver og fyrir stöngina óöppin, staða 19-19, Eyjamenn geta komist yfir. Einar, Andri, góð vörn. Nú geta Eyjamenn komist yfir. Með að hvernig staðan leit út á hann, þá er þetta bara býsna vel á sig vikið hjá Eyjamenn var búin að jafna leikinn. Og þeir eru búin að vera einu færri, hvað í tvígang. Þetta var ekki alveg nægilega nýtt hjá Valsmönnum. Nú eru jafnmargir, Andri Heimir sækir breytt, Theodór. Dagur með skot, Hlynur Morten Sver. Kári með frákasti og aftur Hlynur. Er hann í þriðja? Þetta var... Það er skorað hann að harfylni, Eyjamenn.
Hákon Daði Styrmisson skorar þarna sitt annað mark. Og Eyjamenn komnir yfir 20-19 eftir 44 mínútur og nú kveiknar líf í stúkunni hjá Eyjamönnum. Þeir eru fjölmennir. Eða svona maður veit ekki alveg hverjir eru Eyjamenn og hverjir ekki. Það er allavega þétt setið. Já. Atli með sending á Vigni. Og hann skorar. Glæsilega kláraði á Vigni Stefánsinni. Hann er með alvöru nýtingu þess. Rauðningur. Réttidómur. Nú verða Velsmenn að sækja hratt. Sveinn Aron Aron komin í gegn. Og hann skorar. Sveinn Aron Sveinsson. Góða kvöldið. Hann sett hann yfir pönnuna á Stefán Nílsson. Eins og honum einu með lagi. Hann gerir þetta nánast alltaf, hann Sveinn. Og virkar líka nánast alltaf. Nú þarf að skúra og þá förum við yfir markaskor. Orri Freyr Guðmundur Hólmar með 2 mörk. Atli Már Bárusson 4 ásamt Svein Aroni. Ómar Ingi með 3. Ímir Örn Gíslason 1 og markaðastur Valsmanna er Vignir Stefánsson í vinstra horninu með 5 mörk. Já, Eyjamönnum eru Dagur Arnarsson og Hákon Daði Styrmisson með 2 mörk. Einar Sverrisson kom með 4 mörk, búinn að stígu upp. Síðan er það Brynjar Karl með 1 ásamt Kára Kristjáni og Gretar Eyþórsinni. Andri Heimir með 5 mörk, markaðastur Eyjamanna og Teddy með 4. Einhver miskilningur með aukakastið hana. Það verður tekið á réttum stað eða hvað. Stefán Nílsen með 4 varðabolta í marki Eyjamanna, Kolbeinn 0. Linnu Mortens með 10 varðabolta. Glæsileg vörn og Guðmundi hana. Fer hann út í Einar, alveg eins og við ræddum áðan að þeir þyrftu að fara að gera. Ég held nú að Linnu sé að koma með 12 varðabolta. Rétt skal vera rétt. Dagur á miðunni, fer upp í loftið. Andri aftur, skot Linnu ver. Glæsileg vörn. Og við náum frákastinu. Staðan 21-20 fyrir rauðklæddum Valsmönnum. 14 mínútur til leiksloka. Nú er Magnús Stefánsson komið fyrir framann í vörn Eyjamanna. Brynjar Karl fyrir aftan. Dagur og Andri Heimir í bakvörðunum. Hákon Daði og Teddy í hornunum. Guðmundur Hólmar á miðunni á Valsmönnum. Ómar Ingi. Atli kemur núna inn á miðuna. Guðmundur færist í hægri vinstri skiptuna. Mjög á rauðningu dæmdur. Það var vel sótt hjá Andra. Já, þetta var bara vel að sjögið. Bara skott hjá hann Andra. Spennan er óbærileg. Það heyrist nú oftast í hún svona. Má ég það. Leiktíminn styttist með hverri sekundunni og Eyjamenn verða að nýta þessa sókn eins og þeir geta nökkvið Dan, komin í vinstri skiptuna, færi inn á miðuna, Dagur vinstri skiptuna, vandræðaleg. Hákon fer á þröngufæri og Linur Mortens er komin í gang. Hvílíkur maður. Það verður bara að segjast. Sigurður Ingiberg, Siggi 100 sestur á bekkinn. Hann var byrjað að hita upp Íslandsmeistari í FIFA síðustu 4 ár eða ekki. Já, og hann heldur ekki kjafti það. Hann talar ekki þetta. Nei, ég skil það vel. Alveg sko. Ég held að ég hef ekki skorað mark í FIFA. Ekki? Nei. Nei. Já, ég langar ekkert að spila við Sigurði í FIFA. Gunnar Harðarsson. Ansans. Stefán Nílsen tekur þennan. 15 varðaskot Stefán. Eftir 47,5 mínútu. Það var lélegt skot hjá Gunnar Harðarsson, það verður bara að segjast. Það var í lélegri stöðurendar. Og það hefði nú verið skrautægt að skora á þessu. Plaka einhvern veginn boltan vanna í jörðinni. Komin úr jafnvægi. Og nú fá Eyjamenn enn og aftur tækifæri til að jafna. Nökkvi Dan leysir inn úr hægri skiptunni, Andri Heimir komin í vinstri skiptuna, fyrir upp í loftið. Og hann skorar, jafnar 21-21. Andri Heimir búinn að vera hrikalega sterkur fyrir Eyjamenn í kvöld. Með 6 mörk.
21-21. 12 mínútur til leiksloka. Þetta er hörkuleikur. Já, Ómar reyndar hana. Gengur illa og það þarf að stoppa leikinn. Og þá kemur Baldur Bongo remixið á fóninn. Þá lifnar yfir mannskapnum. Fólk farið að dilla sér og komið lögutaskvöld í fólk hérna. Missum boltan hana. Já, fyrir út af. Nú fer hendin líklega að fara upp. Verðum að passa Hvað og hverju? Ég menn eru ríkilega hættulegir þegar ég stela boltanum. Guðmundur, takum hotnajóka, Atli Már, aftur. Nú hlýtur hendina að vera að koma upp. 49 mínútur liðnar, staðan 21-21. Og allsmenni sókn, hendin er ennþá niðri í dómarunum. Ómar, Guðmundur, góð vörð þannig að tenta. Nú geta Eyjamenn komist yfir. Nú fer hver vörð og hver sókn að vera dýrmætt. Heldur betur. Nú eru að koma skríðin á síðustu 10 mínúturnar. Hér ráðast úrslitin. Dagur, Andri Heimir. Dagur, klippir þetta. Já, laglega gert. Atli vinnur hann að boltan á degi. Sveinn Aron í hraðaplöpi og hann skorar. Lega gert Sveinn Aron Sveinsson. Það verður nóg að gera á Svein í dag. Komið með 5 mörk og búinn að klikka einhverjum 3-4 skotum. Það er ekki leiðilegt fyrir Odnamenn að vera að fá svona mörg tækifæri, marktækifæri. Virkilega vel gert af Atla Már, hann að bara upp boltana mikið fyrir ró. Ég veit ekki alveg hvað Dagur var að spá þarna. Tötti komið klippinguna, hann ákvað frekar að senda línumanninn. Gekk ekki eftir, Andri enn og aftur skorar þannig fram hjá Bubba. Svona, maður heldur að Bubbi er með. Já, staðan í upp. 22-22, 9 mínútur eftir. Orri fer hann út af línunni, tökum Kæró, Guðmundur á Atla. Atli fer með 1 og 2 og hann á skot sem Steffen ver í stöngina og út af. Þetta var laglega spilað, fengum hann að fínt færi. Atli á skot á nærhorni sem Steffen ver og nú fer Andri Heimir upp og hann skorar. Andri Heimir að eiga gjörsamlega stórleik, komið með 8 mörk. Verðum að fara að stoppa hann Andri Heimir. Na, gerða það vel. Og Óskar Bjarni tekur leikli. Nei, það er 8,5 mínúta eftir. Staðan Valur 22, IBF 23. Þetta er búið að vera í járnum í allan leikinn, í allan dag. Alveg frá því að leikurinn hófst, ekki verið meira en hvað, 2, komumstu einhvern veginn í 3 mörk? Já, við komumst í 16-13 þannig. Já. En það var nú bara í nokkra sekundur. Þá voru allt inn í staðan komin í 1 mark. Nú messar Óskar Bjarni yfir sínum mönnum. Orri Freyr með 3 mörk. Nei, Orri Freyr með 2 mörk segi ég. Guðmundur Hólmar 2, Atli Már 4. Vigni Stefánsson og Sveinn Aron markaðistur með 5 mörk. Ómar 3 og Ímir Örn 1. Já, IBF eru þeir Dagur Arnarsson og Hákon Daði með 2 mörk. Einar Sörriðsson 4, Brynjar Karl 1, Tetti með 4, Kári Kristján og Gretar með 1 mark hvor og markaðistur Eyjamanna er Andri Heimir með 8 mörk. Búinn að eiga stór fínan leik bæði hægri og vinstri skiptu og hann er að taka á skarið og er að taka
Mikilvæg skot hérna síðustu mínútur og búin að vera, ég ætla ekki að segja heppin en Hlynur búin að vera í nokkrum boltum en það kemur ekki að sök, allavega ekki hingað til en ef ég þekki Bubba rétt þá ætlar hann að gera betur næst. Já. Þegar á reynir, núna er Elliði Snær Viðarsson fyrir framann í vörn Eyjamanna, þriðji leikmaður sem spila fyrir framann í vörn Eyjamanna í dag. Vignir og hann skorar 7. markið og jafnar í 23-23. Vignir bara, ég held að hann gæti ekki klikka skoti þótt að hann fengi borgað fyrir það. Er hann ekki með 100% eða? Hann er með, þetta er Vignir 100%. Vignir 100. 6 mörk úr 6 skotum, þar af 2 hraðaflismörk, 4 úr horninu. Nei, það var 1 á línun. 1 á línu. Andri Heimir með skot framjá að hlaut að koma því að hann klikkaði skoti. Keirum, Andri Heimir er ekki komið tilbaka, Guðmundur, Atli. Sveinn Aron fær sendingu í hornið og hann skorar! Læsilega gert hjá Sveinn Aron. Laglega spilað. Hún sendingarna í Atla frá miðjunni í hornið og laglega gert hjá Sveini að ná til boltans. Keira í gegn og setja hann yfir pönnuna á Steffen Nilsen. Og við erum yfir 24-23. 7 mínútur til leiksloka. Kári Kristján galopin á línni. Fær boltan frá títnendum Andra Heimi og Kári Kristján jafnar metin með sitt annað mark í kvöld. Nú verður þetta æsispennandi. Elli fær sér sæti á bekknum. Andri Heimir fyrir framann núna er Eyjalið stilt upp eins og það byrjaði fyrir utan að Hákon Daði vinstri horninu fyrir Gretar. Valslið nákvæmlega það sama og byrjaði. Það er lítið sést til Ómars í seinni hálfleik, er það ekki rétt hjá mér, Geir? Já, hann setti þarna 1 mark, 1 gott mark. Hann er tæpur með beinin á bólgu, við verið með tæpur núna lengi. Guðmundur með skot í þverslana og Hákon Daði nær frákastinu. Það virðist hafa farið. Já, fór einhverju hendi í endinda á honum, alveg óvart. Óvilja verk. Hákon Daði harkað hann á sér. Þá stilla Eyjamenn upp í sókn. 24-24, einungis 6 mínútur eftir til leiksloka. Og Einar í vinstri skiptunni, Andri Heimir hægra megin, Dagur á miðjunni. Og Arnar Pétursson tekur sitt annað leiklið, þannig að bæði lið eiga 1 leiklið eftir. Þetta, eins og við höfum sagt áður, verða æsispennandi loka mínútur. Og það er þræl góð skemmtun, það sem við höfum séð hingað til og það bendir allt til þess að sú skemmtun haldi áfram næstu 5 eða 6 mínúturnar. Andri Heimir markahæstur Eyjamanna með 8 mörk. Já, val er Vignir Stefánsson og Sveinn Aron hornamennirnir með 6 mörk. Það er vel gert að nýta hornamennina. Þeir eru með helming marka valsmanna. Já, þeir hafa verið virkilega drúgir í kvöld. Hlynur Mortens með 14 varða bolta. Steffen Nilsen 7. Það er 1 víti. Og Kolbeinn Aron byrjaði seinni hálfleikinn fyrstu 8 mínúturnar, fekk 6 mörk á sig og varði ekki tuðru. En hvað það? Staðan jöfn, Eyjamenn stillu upp, nýbúin að taka leiklið. Einar, Dagur, hvað er þetta að gera Guðmundur? Þetta var vel klára hjá honum Degi. Guðmundur selur sig hana og Dagur snýr boltan fram hjá Hlyni. Atli.
Nú höfum við að stilla upp í góða sókn. Hvað erum við að fara í? Það stillaður upp í, býðum við, það eru Síðustrykkið eins og 8. Guðmundur. Þetta var ekki gott. Góð vörn hjá. Þetta var, býtum við, hvað ætla dómararnir að gera hér? Ég veit ekki alveg. Það var engi með boltan. Hvað dæmur hann? Aukakast? Nei, við... Hæ? Hvað er hann að dæma? Aukakast? Skilum ekki, þeir voru kórið með valda boltan og hlupu hvort og annað. Ég veit ekki... Getur verið að, ég veit ekki, ætli kannski farið eitthvað í þetta í hlaupinu tilbaka en... Mér sýndi þetta bara að skella í hvort annan. Jæja. Við verðum bara að taka þessa vörn og jafna síðan leikinn í næstu sókn. Nú má ekki mikið klikka hjá hvoru liðinu. Aðeins 5 minútur eftir. 25-24 fyrir Eyjamenn. Einar Sverrisson liggur fyrir aftan bekk Eyjamanna eitthvað meiddur þannig að Nökkvi Daniel hægra megin, Andri Heimir. Dagur. Hann har skot framhjá. Jæja. Guðmundur, nú getum við jafnað. Vignir. Það ætlum að stilla í síðasta sókn. Var heldur klaufaleg, vandræðaleg. Sýnst að fara í Kaíró hérna, Orri kemur út. Já, kemst ekkert áleiðis. Elli gerir vel, stoppar hlaup Ára. Já, harður eftir hann að brota Orra. Nú er það að stilla upp í eitthvað heilstift sem við getum spilað í gegn. Það er spurning hvort Einar Sverrisson kom eitthvað meira við sögu í dag. Ómar, Getur við hvað? 4 skrefdag. Ómar ekki sáttur við dómarann hana. Ég sá nú ekki hvort hann hafi tekið 4 skref eða ekki. Hvað segir þú allan dag? Það var allavega enginn sem bað skref. Það er eina sem ég get sagt þetta. Já. Ég var ekki að horfa almennilega á þetta en það var enginn að biðja skref og allt í hennu kom flaut. Ómar er í mörgum tilvikum 3. skrefi. Dagur. Enn og aftur með skot framhjá markinu. Hann þarf að hitta markið til að skora. Enn og aftur eru að senda beint í lúkunara. Það var dýrt. 3 mínútur eftir. Þetta er Eyjamenn mjög dýrt. marki yfir og með boltan. Einar kominn inn á. Við erum verið búið að tjásla honum saman. Andri klippir þetta. Andri duglegur að sækja hana milli 1 og 2. Jæja, nú fer Einar upp í loftið og Hlynur ver. Fær hann í andliti sín fer. En hann stendur upp. Glæsilega varið á Hlynur Mortens. Já, nú eru 2 mínútur og 15 sekundur eftir. Og nú verðum við bara að fá mark, ætlum við að vinna þennan leik. Það er bara þannig, þetta er ekki flokknar það. Já, þetta er gríðarlega mikilvægur tímapunktur. Við fáum líklega, hvað, 2 sóknir í uppbót. Já. Ef allt er eðlilegt. En þetta er 2 mínútur. Og svo Vignir kominn í gegn og þetta var, aðja, Eyjamenn fá 2 mínútur. Þeir áttu að fara lungu búin að stoppa leikinn, sko. Já, mér sýnist Magnús vera að fara í rautt eða hvað? Í valsmúningin? Hæ? Nú er þetta ekki 3 mínútur Magnús var? Jú, mér sýnist það. En það skiptir ekki máli, hann hefði aldrei komið aftur inn og það er bara 1 mínútu og 56 sekundur eftir. Það er rétt. Þannig að svo lengi sem við fáum ekki 2 mínútur þá verðum við alltaf einu og fleiri. Þetta er mjög dýrt fyrir Eyjamenn að fá 2 mínútur á þessu núna á þessum tímúti. Ég er staðinn upp, ég er svo spenntur. Já, þetta er heldur betur spennandi. Sko, líka frítt, sko. Fólk er að horfa á þetta frítt.
Já. Þau sem erum heima. Við þurfum að rukka fyrir þetta maður. Hérna hendir reiknum sem er kennitölu fyrir næsta leik. Og Magnús Stefánsson þarf að fara eitthvað upp í stúku. Jæja. Nú erum við einu fleiri. Nýttuð ekki vel síðast. Atli, Ómar, Guðmundur, Orri. Glæsilega spilað. Og hann skorar. 1,5 mynd eftir og jaft. Hvað gerir Eyjamenn? Þeir skiptum bolta. Og Baldur Bongo remix. Og nú vil ég fá alla stuðningsmenn Vals til að klappa. Já. Þeir eru komin 8, 9, 10, 13. Já, 20. 23. Já, þetta er... Það eru allir byrjar að klappa. Leikmenn Víkings eru byrjar að klappa og ég veit ekki hvað og hvað. Já, að Bjartur hana. Það er enda með hóstakastar stundina. Jæja. En nú fara Eyjamenn upp í sókn með engan markmann. Þeir spila með 6 útileikmenn. Það væri æðislegt að vinna bolta núna og kasta hann á boltan yfir auktmarkið. Já. Það er virkilega gaman. Dagur upp. Aðvarið og það er... Keiriði! Það er ekki inn í marki. Bíðum við. Já! Guðmundur Hólmar. Svona Yfir alla völd. Gera þetta! Sáuð þetta. Sjálfstraustið uppmálað. Frá sínum eigin nánast. Og núna eru 41 sekúnda eftir að leiknum. Við erum einu marki yfir, einu fleiri. Eyjamenn með enga markmann í markinu. Þeir taka leiklega. Eyjamenn taka leiklega. Djöfis er snill. Ég var að tala um þetta. Fast að tala. Þú ert svo mikil spámaður. Herðu. Sko. Það er innan við, hvað er, 30 sekúndur eftir? Það eru 25 eða 35 sekundur. En það er spurning hvort að Eyjamenn geta spilað út. Það er allavega... Hvað er, ekki fólk að fara? Nei, það getur ekki verið. Fólk er bara að fara úr stúkunni. Það er allt mjög eðlilegt við það. Það er mjög skrítið. En ef við erum alveg raunsæðir þá lítur þetta út fyrir það að við erum ekki að fara að tapa þessu leik. Já, við skulum ekki segja neitt og snemma Arnar. Ef við erum raunsæðir, gerir minn. Já, en það er ennþá 36 sekúndur eftir. Já, við getum alveg tapað þessu leik. Já. En við vonum ekki. Nú stilla Eyjamenn upp. Mögulega fáum við kannski einu sókn, ég veit það ekki. Þeir eru væntanlega að spila upp á það, að spila út leiktímann á einu skoti inn. Svo við komumst ekki svo. Einar, Teddy lesir inn, Andri Heimir. Í gegn, og hann skorar. Nú verða Valsmann að hafa hraðarendur. 20 sekúndur eftir. Óskar Bjarni er með timeout spjaldið. Nei, hann ætlar ekki að nýta. Það eru 15 sekúndur eftir. Og Ómar upp, Guðmundur Hólmar. Guðmundur Hólmar, já! Guðmundur Hólmar, tilbaka! Það eru 3 sekúndur eftir, 2, 1. Þetta er búið! Hvílíkur leikur! Já! Guðmundur Hólmar klárar þetta en það eru 3 sekúndur eftir. Svona á að gera þetta. Þetta